Já, komið sæl. Ég heiti Svanborg Rannveig Jónsdóttir, er prófessor á menntavísindasviði. Ég ætla að kynna málstofuna, draumar, framkvæmd og fræði, sköpunar og tæknismiður í grunnskólastarfi, 1 og 2. Þetta er sem tvöföld málstofa. Og líka stuttlega þróunarverkefnið austur-vestur, sköpunar og tæknismiður. Það var þannig að þróunarverkefni fór á stað haustu 2019 og fekk styrk úr þróunar- og nýsköpunarsjóði skóla- og frístundaráðs Reykjavíkur sem kallast Látum draumana rætast. Og verkefni hófst haustið 2019 og er 3 ára verkefni og er með þátttöku allra kennara í skólanum 3 og fyrsta árinu var að ljúka núna vorið 2019. En þetta eru skólarnir Ingunnarskóli og Selásskóli sem er í austurhluta Reykjavíkur og svo Vesturbæjarskóli. Stór hluti af verkefninu felst í að koma af stað svokölluðum sköpunarsmiðjum eða makerspaces og eins líka áhersla á sköpun almennt og tæknilæsi og þetta veitir tækifæri á fjölbreyttum kennsluháttum og margbreytilegri vinnu þar sem að nemandinn er í forgrunni. Skólarnir hófu samstarf við sérfræðinga á menntavísindasviði frá rannsóknastofunum Rannum og Rask, það er að segja rannsóknastofu upplýsingatækni og rannsóknastofu skapandi skólastarf. Og ég er hluti af þeim hópi og við höfum verið að veita þeim ráðgjöf og í leiðinu höfum við hafið rannsókn á vinnunni þeirra til þess að geta verið markvissari í okkar ráðgjöf. Og við höfum verið að safna gögnum til þess að greina þróunina í verkefninu og gefa góð ráð. Við höfum gert vettvangsathuganir á fundum verkefnistjórnar og í mentabúðum sem hafa verið haldnar reglulega. Við höfum tekið líka hálfopin viðtöl við kennarateymi, verkefnistjóra og skólastjórana í hverjum 3 skólana. Við höfum líka ringt í styrkumsókn verkefnisins, vefsíðu þess og Facebook-síðu austur-vestur. Og svo höfum við líka skoðað niðurstöðu spurningakannana sem hafa verið sendar til starfsfólksins eftir mentabúðurnar. Í rannsókninu okkur höfum við verið með eigindlega nálgun og það sem við kallum frásagnarrýni eða narrative inquiry. Og rannsóknin er fjölþætt og byggir á þessari eigindlegu nálgun og fjölbreyttum gögnum. Og athyglin í rannsókninu okkar beinist að mismunandi þáttum, uppeldis- og kennslufræðinni, athöfnakostum nýsköpunarsmiðja, ýmsum möguleikum tengdum skólasöfnum og svo stjórnun og húsnæði, kennslu- og námsrými, tækninni sem er nýtt í verkefninu, samþættingu námsgreina, upplýsingatækni, samskiptum og atbeina nemenda eða gerendahæfni eins og líka kallað og sköpun. Og við leitum eftir merkjum að innleiðing og þróun verkefnisins byggja á samstarfi þar á meðal teymisvinnu og hvort og hvernig lærdómssamfélag verður til í ferlinu. Og á þessu stigi núna á hausti 2020 að þá höfum við náð að greina úr gögnunum ákveðin þemu og áherslur. Og í málstofunni segja líka kennarar úr skólanum sögur sem dæmi framkvæmd skapandi skólastarf. Þetta er sem sagt tvöföld málstofa og rannsakandinn segja frá eða lýsa niðurstöðum og kennarar úr hverjum skólan segja dæmisögur úr starfinu sem að falla undir þessi markmið sköpunarsmiðjana. Og þemun sem við höfum greint falla í eftirtalda flokka. Það er í fyrsta lagi samstarfsverkefni sjálft, austur-vestur, sýn sem að birtist á verkefnið og tækifæri í starfi skólana 3, áhugi, breytingavilji og hindranir og sköpunarsmiður og samspil við námsgreinar grunnskólans og svo síðast hálfnaðverk þá hafið er því að þetta eru mörg skref eins og gjarnan í breytingastarfi og þróunastarfi. Og kynningarnar eru þessar á eftir þessari kynningu á málstofunni sjálfu tekur Torfi Hjartarson við og segir frá samstarfsverkefninu og sýn á verkefnið og þá taka þær við úr Vesturbæjarskóla og segja frá verkefninu hönnun og tækni nýsköpun og það eru þær Arna Björk og Guðrún Linda
Og Svala Jónsdóttir tekur síðan við aðjúnkt á menntavísindasviði, segir frá áhuga kennara og breytingavilja og hindrunum. Bergljót Bergsdóttir fyrir hönd Selásskóla segir frá Padlegt sem vinnutæki í kennslu og námi. Í seinni hlutana tekur Svava Pétursdóttir, lektor á menntavísindasviði við og segir frá samspili sköpunarsmiðja við námsgreinar grunnskólans. Og þá taka þau við úr Ingunnarskóla og segja frá þemavinnu Hjalti, Ellen, Guðbjörg og Sigríður. Og síðust rekur lestina Skúlína Hlíf, aðjúnkt á menntavísindasviði og segir frá og dregur svolítið saman niðurstöðurnar og það sem við höfum verið að læra í þessu verkefni.